alvarlegri veikindi. Gott kvöld. Töluvert hraunflæði enn úr þeim 3 gígum sem gýs úr í eldgosinu við Sundhnúka. Virkni hefur haldist nokkuð stöðug frá því í gær og rennur hraun aðallega í vestur. Sá hraunstraumur kemur aðallega frá gígnum í miðjunni en hraun úr syðri og nyrðri hluta gossprunguna rennur að mestu til austurs og ógnar engum innviðum þar. Ríkislögreglustjóri í samráði við lögreglustjórinn á Suðurnesjum færði síðdegis almannavarnastig af neyðarstigi niður á hættustig. Samkvæmt upplýsingum frá HS Veitum benda allar mælingar til þess að hraunflæðið hafi ekki haft áhrif á Njarðvíkuræðina svokölluðu sem liggur undir nýju hrauni. Hækka þarf Hafist verður handa við að hækka varnargarða við Svartsengi strax í kvöld. Unnið verður dag og nótt næstu sólarhringa. Þótt bílastæðið hafi farið undir hraun stefnir Bláa lónið á að hefja starfsemi að nýju eins fljótt og auðið Lögreglustjóri hins vegar svartsýnn á að það verði opnað í bráð. Viðreisn mælist stærst og 2 af gömlu fjórflokkunum myndu detta út af þingi gangi niðurstöðunni nýjustu könnunar prósents eftir. Stór tíðindi felast í fylgishruni fjórflokksins að mati prófessors í stjórnmálafræði ef rétt reynist. Notkun langdrægra eldflauga síðustu daga áminning að stríðið í Úkraínu stigmagnist enn. Forsætisráðherra Póllands segir hættu á að stríðið breytist í alþjóðlega styrjöld. Geðþjónusta Landspítalans býður nýja þjónustu við fólk með geðræn veikindi. Markmiðið að fækka komum á bráðamóttöku geðdeildar og koma í veg fyrir varnargarðana við Svartsengi þar sem hraunið hefur nánast jafnað þá í hæð. Unnið verður dag og nótt næstu daga. Verkfræðingur segist ekki vilja hugsa það til enda ef varnargarðarnir hefðu ekki verið reistir. Þegar fréttastofu barað Svartsengi síðdegis voru starfsmenn verkfræðistofana Eflu og Verkís að taka út og mæla varnargarðana sem eru þar í kring. Við erum sérst að myndmæla svæðið, bæði þá með leysir og myndavélum til þess að fá hugmynd hvernig breytingar hafa orðið á hraunbreiðunni frá því að byrja að gjósa. Og þá hvernig innviðir eru að bregðast við hitanum til dæmis og svoleiðis. Og breytingarnar eru talsverðar, raunar svo miklar að á sama tíma og þetta viðtal var tekið var ákveðið að grípa til aðgerða. Eins og sjá má hraunið nánast komið í sömu hæð og þessi varnargarður sem við stöndum hér á, sem 6 til 8 metra hár og var reistur í desember. Núna verið að ræsa út mannskap til að hækka þennan varnargarð og þannig forða því að hraunið fari hér yfir og í áttina að Svartsengi. Við sjáum sem ekki alveg hvernig þróunin verður áfram en hraun ennþá að renna, þannig að við erum að undirbúa það núna og við höfum verið að funda yfir því í dag og að undirbúa að fara að hækka garðinn héðan þar sem við stöndum, þar sem háspennulína fer yfir garðinn og niður undir þar sem Bláalónsvegurinn fer í garðina. Hversu mikið þurfum við að hækka? Við erum það er svo sem ekki alveg fyrir en við erum að horfa kannski einhverja 3-4 metra í hæð. Hafist verður handa við að hækka garðinn strax í kvöld. En einhver hætta á að hraunið fari yfir varnargarðinn á bara eins og næstu klukkutíman? Nei, það tel ég ekki. Það ekki hætta á til að slíku. Þetta svona seigfljótandi massi hérna sem að lyfta sér upp og ég tel enga hætta á því. Og varnargarðarnir hingað til, þeir hafa sannarlega sýnt gildi sitt, eða ekki? Já, ég held að það sem ég alveg að sjá það. Það hefur gert það. Ég vil eiginlega ekki hugsa þá hugsun ef þessi garður ekki verið og þetta unnið hér í áttina á orkuverinu. Allir þessi massi sem hér fyrir utan. Og framkvæmdastjóri hjá Bláa lóninu segir að öllum ráðum verður beitt til þess að opna aftur sem fyrst eftir að hraun rann yfir bílastæði lónsins í gær með öryggi gesta að leiðarljósi. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum býst ekki við að aðgengi að gosstöðunum verði aukið. Eins og við heyrum þá snarkar hér í hrauninu á meðan það vellur fram og hitinn frá því slíkur að það ekki hægt að vera hér mjög lengi. Við erum núna stödd á Norðurljósavegi sem fyrir ekki svo mörgum klukkustundum hefði leitt okkur inn á bílaplan Bláa lónsins. En svo fór sem fór og hraunið flæddi yfir planið í gær. Forsvarsmenn lónsins ætla þó ekki að láta deigan síga og stefna á opnun. Við myndum aldrei opna nema auðvitað í fullu samstarfi og samráði við yfirvöld og aðgera stýringu á svæðinu, þannig að það auðvitað stendur og fellir með því, en
Mér finnst svona eins og allir ætla að leggjast á eitt að horfa til þess hvernig við getum mögulega að opna sem fyrst en auðvitað að tryggja öryggi gesta og starfsfólks nummer 1, 2 og 3. Lítil hætta talin á að hraunið nái að lóninu en erfiðara gæti reynst að ferja fólk á svæðið, auk þess sem gasmengun getur verið til staðar. Sumstaðar skíðlogar allt, þannig að ef vindáttin snýst vísara að forða sér undan svörtum reiknum. Þetta baneitrað eða ekki? Já, við sjáum hérna bara asfaltið brenna og þetta þetta baneitraða gufur, reikurinn baneitraður en að öðru leyti þá höfum við unnið með loftmengun í öllu þessum gosum, þau eru orðin 10 þegar þessum töluðum orðin. Þannig ég hef svo sem ekki verulegar áhyggjur af akkurat því. Hann hefur efasemdir að Bláa lónið geti opnað í bráð. Þá segist hann ekki búast við að aðgengi ferðamanna verði aukið, en töluverður fjöldi fólks hefur reynt að berja þetta merka sjónarspil augum og verið mishrifin. But we are a bit disappointed because you can't go nearer the volcano. I've just literally come just to see the volcano, so it's been a lifelong ambition. A bit overwhelmed that I've actually seen it. I know it's from a distance, but it just means so much. So it's a dream come true? Absolutely a dream come true. We're a little bit disappointed. Þetta gos bara fallegt, ekkert annað, segir Grindvíkingur sem dvelur í bænum og vill hvergi annar staðar vera. Gisti í 20 húsum í Grindavík. Það var dauflegt að litast í Grindavík í dag og fáir voru á ferli. Stuttir síðan bærinn var opnaður almenningi og vonir byrjuðu að vaksa að þar yrði fljótlega hægt að búa aftur. Það var bara dásalegt Það var allt á uppleið Það breyttist síðan snögglega þegar byrjaði að gjósa í fyrrakvöld, flestum að óvörum. Ég leit hérna út gluggann sem snýr í norður og sá bara svona smá bjarma og svo sé ég bara þegar strókanir byrja Þannig að ég horfði bara út gluggann gerast Gist var í 20 húsum í nótt og 50 nóttina sem fór að gjósa og sumir komu tilbaka leið og almannavarnir gáfu grænt ljósóða. Ég náttúrulega orðin svolítið vön þessu Mér finnst bara æðislegt að koma í bæinn. Leið og ég frétti sem var hádegið í gær að við mættum fara aftur í bæinn, þá var ég bara að fljóta, hoppa upp í bíl með hundana og komin heim. Þetta er svo langt í burtu. Og bara hugsa hvernig er hægt að laga þetta. Eða þú veist hvernig er hægt að gera nýtt bílastæði og nýjan veg og svona. Öll vonast þau til að hægt verði að búa í bænum. Mér bara líður vel hér og allstaðar hérna í kring, þekki ég bara allt og allt svæðið og við erum með íbúð í Njarðvík sem að þegar ég er með börnin þá er ég þar og ég bara finnst það ekki eins, maður er bara þar fyrir börnin sín Þetta er heima, við elskum Grindavík. Viljum hvergi vera annars þar. Þetta var svo fallegt hérna í gær og sjá bjarmann og sjá í gosi en þetta er bara fallegt, ekkert annað Viðreisn mælist í fyrsta sinn stærstur stjórnmálaflokka samkvæmt nýrri skoðanakönnun. Prófessor í stjórnmálafræði segir það stór tíðindi ef fylgishrun gamla fjórflokksins sem birtist í könnuninni rætist á kjördag. Viðreisn mælist með mesta fylgið 22% samkvæmt skoðanakönnun Prósents sem unnin var fyrir Morgunblaðið og birtist í dag. Samfylkingin mælist næst stærst með 18,3%. Þá mælist miðflokkurinn með 13,5%. Næstur í stærðaröðinu kemur flokkur fólksins með 12,5%. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 11,5%, Píratar bæta við sig og mælast með 6,7% og Sósíalistaflokkurinn með 6,4%. Framsóknarflokkurinn mælist með 4,4%, Vinstri græn með 3% og Lýðræðisflokkurinn með 1%. Ólafur Þ. Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði, segir mikil tíðindi í könnuninni og að fylgið sé á töluverðri hreyfingu. Það bil fjórðungur kjósenda taki ákvörðun á kjördag. Þetta er örugglega í fyrsta skipti sem Viðreisn mælist stærst en undanfarið hefur í mörgum könnunum ekki verið marktækur munur á Viðreisn og Samfylkingunni. Þessir tveir flokkar hafa í mörgum könnunum verið langstærstir með í kringum 20%. Margir flokkar dansi nú í kringum 5% markið sem sker úr hvort nái mönnum inn. Hins vegar, svona almennt talað, þá mun nú aldraður stjórnmálafræðingur láta segja sér það minnsta kosti 20 sinnum að Framsóknarflokkurinn muni fá 4% í næstu kosningum
og Sjálfstæðisflokkurinn muni fá 12% í næstu kosningum. Þetta eru flokkar sem þegar ég var ungur og í áratugi höfðu samanlagt venjulega í kringum 2/3 atkvæðanna. Þannig að ef að þessi mjög svo ólíklega niðurstaða gengi eftir, þá væru það einhver mestu stórtíðindi í íslenskri pólitík frá upphafi vega. Það teljist einnig til stórtíðinda ef 2 af gömlu fjórflokkunum, Framsókn og Vinstri græn, dyttu út af þingi. Við skulum bíða eftir niðurstöðunum til að sjá hvort þessar ólíklegur spár rætist. Hvernig heldur þú að stemmingi sé í herbúðum þeirra flokkar sem hafa hingað til hort á miklu meira fylgi? Já, ég veit það nú ekki, en ég hugsa að þeir séu undrandi, en átta sig náttúrulega á því að þeir verða bara að slá í klárin, það er það eina sem þeir geta gert. Notkun Rússa og Úkraínumanna á langdrægum eldflugum síðustu daga er skýr áminning að stríðið í Úkraínu heldur áfram að stigmagnast. Vladimir Putin sendi Vesturlöndum kaldar kveðjur í ávarpi í gær. Á þriðjudag notaði Úkraínuher í fyrsta sinn vestrænar langdrægar eldflaugar á skotmörk í Rússlandi. Því svaraði Rússlandsher með því að nota í fyrsta sinn gegn Úkraínu sérstaka tegund langdrægra eldflauga sem jafnvel geta borið kjarnorkuvopn, en flaugarnar voru þó ekki hlaðnar slíkum vopnum. Þær geta flogið á 11-földum hljóðhraða og valda mikilli eyðileggingu eins og sjá má í Dnipro í Úkraínu þar sem árásin var gerð. Forseti Rússlands réttlætti árásina í ávarpi í gær og sakaði Vesturlöndum að færa átökin upp á nýtt stig. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. We've seen this type of dangerous, reckless rhetoric before from President Putin. What we're focused on is continuing to support Ukraine with what it needs. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, sagði í morgun að hættan á að stríðið í Úkraínu verði að alþjóðlegri styrjöld aukist sífellt. Úkraínuforseti segir að Putin sé hræddur og þess vegna beiti hann nýrri tegund vopna. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді, як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться. Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю. То в Ірані, то в Pівнічній Кореї. Fljótlega eftir að Rússar gerðu árás á Dnipro í gær vaknaði grunur að þar væri verið að beita nýrri og öflugri tegund eldflauga. Þessu reyndu Rússar að neita fyrst sinn, greinilega gegn betri vitund. Því talsmaður Sergej Lavrov utanríkisráðherra fekk símtal á miðjum blaðamannafundi, þar sem línurnar voru lagðar. Да. Алло. Да, у меня брифинг. Да, хорошо, спасибо. С нами Ленюс.ру. Ótímabundin verkföll hafa verið boðuð í 10 leikskólum frá og með 10. desember hafi samningar ekki náðst. Þetta eru leikskólarnir Hulduheimar á Akureyri, Höfðaberg í Mosfellsbæ, Lundaból í Garðabæ, Lyngheimar í Reykjavík, Lyngholt á Reyðarfirði, Óskaland í Hveragerði, Rauðhóll í Reykjavík, Stakkaborg í Reykjavík, Teigasel á Akranesi og leikskóli Snæfellsbæjar. Verkföllin voru samþykkt með nær öllum greiddum atkvæðum. Kennarar hafa samþykkt aðgerðir í alls 27 leik-, grunn- og framhaldsskólum. Sumir eru hafin, 3 lýkur í dag, önnur hefjast á mánudag og enn önnur eru boðuð í desember og janúar næstkomandi. Geðþjónusta Landspítalans ætlar að innleiða þjónustu við fólk með geðræn veikindi þannig að sjúklingarnir sjálfir meti þörf sína fyrir innlögn á spítalann. Með því á að fyrirbyggja alvarlegri veikindi og fækka komum fólks á bráðamóttöku. Aðferðin nefnist notendastýrð stuðningsinnlögn. Með því má grípa fólk fyrr í veikindum en áður og fækka langvinnum innlögnum. Sjúklingur metur þegar honum finnst sjúkdómurinn versna og óskar eftir innlögn. Og það er dálítið öðruvísi ef þú ímyndar þér að þú sért með geðrænan vanda og þú metur sjálf að þitt ástand sé þannig núna að það þurfi að grípa inn í. Þá getur þú óskað eftir innlögn, þú ert með samning við innlagnadeildina, getur þú óskað eftir innlögn, komið inn í afmarkaðan stuttan tíma, aðeins fengið að jafna þig, hlúa af þér. Innlagnirnar eru ætlaðar fólki með alvarlegan tilfinningalegan óstöðugleika sem stundar sjálfskaða eða sjálfsvígshegðun af einhverjum orsökum, jafnvel í fíkniefnaneyslu.
Ekki að ræða fólk með sjúkdóma eins og geðklofa eða geðhvarfasýki. Og þetta er dálítið ólíkt því sem gerist þegar fólk þarf að koma í bráðarinnlagnir, þegar ástandið er orðið mjög slæmt eða til dæmis að þegar þarf að grípa til þvingandi aðgerða sem við viljum náttúrulega draga úr eins og við bara getum. Sjúklingurinn fær fyrir hjálp en umrætt er í geðheilbrigðismálum í dag að fyrirbyggja þurfi að fólk verði fárveikt vegna geðrænna veikinda. Aðferðin hefur verið notuð í nágrannalöndum okkar nokkurt skeið með góðum árangri. Og það sem skiptir auðvitað mestu máli þarna er að þetta er leið til þess að valdefla þessa einstaklinga sem þurfa að nota innlagnirnar og þetta er leið til þess að gefa þeim í rauninni bara tilfinningu að hafa stjórn á eigin lífi og draga þannig úr þjáningu. 6 ungir ferðamenn sem drukku heimatilbúin spíra á hóteli í Laos eru látnir. Eigandi hótelsins hefur verið handtekinn vegna málsins. Áströlsku vinkonurnar Bianca Jones og Holly Bowles eru taldar vera þær fyrstu sem veiktust fyrir viku. Þær voru meðal fjölmargra ferðamanna sem drukku heimabrugg á Nana Hotel, gistihúsi fyrir bakpokaferðalanga í bænum Vang Vieng í Laos. Heimabruggið reyndist vera tréspíri eða metanól sem er stór hættulegt að innbyrða. Þegar þær veiktust voru Jones og Bowles fluttar á sjúkrahús í Tælandi, þar sem þær létust. Jones í gær og Bowles í morgun. Þar voru báðar 19 ára gamlar og spiluðu fótbolta með sama liði. Families are taking a huge amount of comfort from the overwhelming support right across Australia from not only our little footy club but football clubs right across Australia and community groups across Australia. Auk áströlsku vinkvennanna eru 4 látnir, þar af 2 danskar konur á 30-aldri, svo 1 Breti og Bandaríkjamaður. Í tilfelli dönsku ferðamannanna og þess bandaríska hefur ekki verið fullyrt opinberlega að andlát þeirra megi rekja til tréspíra eitrunar. Hollensk og nýsjálensk yfirvöld segjast vita af veikum ríkisborgurum sínum í Laos og aðrir ferðamenn á þessum slóðum eru varir sig. It's scary because not everyday people are dying just like this. I won't drink from a glass, I won't drink from an open bottle and I won't drink a homemade alcohol. Eigandi Nana Hotels var í gær handtekinn vegna málsins og færður til yfirheyrslu. Fyrir það hafði hann sagt við fjölmiðla að allt áfengi sem selt væri á hótelbarnum væri örugt og að svona lagað hefði aldrei hent þau 8 ár sem hótelið hefur verið starfrækt. Krýning Karls III Englandskonungs kostaði breska skattgreiðendur 72 milljónir punda, andvirði 13 milljarða króna. Þar af fór ríflega fjórðungur í löggæslu og er kostnaðinum skipt upp milli ríkissjóðs og krúnunnar. Krýningin í maí fyrir 2 árum var nokkuð minni í sniðum en krýning Elísabetar drottningar árið 1953. Þrátt fyrir það eru margir Bretar óánægðir með þessi miklu fjárútlát, sérstaklega þegar lífskjarakrísa er sögð ríkja þar í landi. Ríflega helmingur svarenda í nýlegri könnun í Bretlandi sagði að ríkissjóður ætti ekki að borga brúsann. Skautasvellið á Ingólfstorgi í Reykjavík er orðinn fastur liður í jólastemmingunni í miðborginni. Það var opnað nú fyrir stundu og María Sigrún Hilmarsdóttir er búin að reima á sig skautana. Það er ekki alveg svo gott, en þetta er í 10. skipti sem að þetta stuðsvell er sett upp hérna á Ingólfstorgi og hér eru ungir og aldnir að leika sér á skautum því það er nú ekki alltaf hægt að stóla á að tjörnin sé ísi lögð og með öruggum ís. En hérna hjá mér eru skipuleggjendur þessa svells. Hvað segir þið? Er ekki dálítið verkefni að koma upp svona svelli hér? Það er ekki sérlega auðvelt, en það er ótrúlega skemmtilegt. Þetta er búið að taka hérna heila viku að setja upp þetta svell og það hefur þurft hérna ansi mörg kraftaverk í gulri veðurviðvörun og hinn og þessu. En þetta tókst og við erum gríðarlega stolt af þessu. Þannig að það hefur þurft kílómetra og kílómetra ljósaserjum og hitt og þetta til að láta af þessu verða. Og hvernig verður dagskráin hérna? Þetta verður opið eitthvað alveg fram yfir hátíðarnar eða hvað? Já, það er búið að vera rafmagnuð upplifun að vera inn í kvöld. Skautadeild Fjölnis, Vígðisvellið og Aron Kahn var að spila bara rétt í þessu. Við verðum með opið frá 12 til 10 alla daga fram á jólum og fram að áramótum og það verður mikið fjör hjá okkur. Flott, og nú skulum við sjá hérna, hér eru stelpur sem eru búin að reima á sig skautana. Stelpur, eru þið að æfa skauta eða hvað? Ég var að æfa, ég æfa ekki lengur. Er þetta í fyrsta skipti sem þið farið að skauta í vetur? Þetta er svona annað skiptið eða eitthvað. Já. Ætlaðu að koma hérna oft meðan þetta er uppi? Já, örugglega. Þetta er mjög gaman. Ég held að sé þá ekkert annað eftir en að sjá hvað þið getið gert. Stelpur, getið skautað eins fyrir okkur?
og við segjum þetta gott hérna frá Ingólfstorgi. Við erum að taka viðtal þig. Þá ætlum við að líta til veðurs og sjá hvernig viðrar á skautafólk. Veður breytist lítið þessa dagana og helgin því væntanlega í kaldarlagi með ríkjandi norðanátt sem getur orðið nokkuð stíf á köflum og vindkæling því umtalsverð. Loftið verður hins vegar fremur þurrt og því bjart vetrarveður víða land, þótt snjóað geti lítilega á köflum á norðausturhorni landsins. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttunum sem að Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta spilar nú eftir nokkrar mínútur mikilvægan leik við Ítali í Laugardalshöll í undankeppni Evrópumótsins sem verður haldið á næsta ári. Karlalandsliðið í fótbolta dróst í dag á móti Kosovo í umspili í þjóðadeild Evrópu sem verður eftir áramót. Og Elín Klara Þorkelsdóttir spennt að spila á Evrópumótinu í handbolta sem hefst eftir viku. Hún rétt mist af HM í fyrra vegna meiðsla. Íþróttir hér eftir fréttir. Þá ætlum við að rifja upp það sem helst í þessum fréttatíma. Hafist verður handa við að hækka varnargarða við Svartsengi strax í kvöld, unnið verður dag og nótt næstu sólarhringa. Þótt bílastæðið hafi farið undir hraun stefnir Bláa lónið á að hefja starfsemi að nýju eins fljótt og auðið er. Lögreglustjóri hins vegar svartsýnn á að það verði opnað í bráð. Viðreisn mælist stærst og 2 af gömlu fjórflokkunum myndu detta út af þingi gangi niðurstöðu nýjustu könnunar prósents eftir. Stórtíðindi felast í fylgishruni fjórflokksins að mati prófessors í stjórnmálafræði ef rétt reynist. Notkun langdrægra eldflauga síðustu daga er áminning að stríðið í Úkraínu stigmagnast en forsætisráðherra Póllands segir hættu á að stríðið breytist í alþjóðlega styrjöld. Geðþjónusta Landspítalans býður nýja þjónustu við fólk með geðræn veikindi. Markmiðið er að fækka komum á bráðamóttöku geðdeildar og koma í veg fyrir alvarlegri veikindi. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á RÚV.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið, verið sæl og góða helgi. Á RÚV í kvöld. Ætlar að beygja? Gunni ætlar að beygja. Já, ég ætla að beygja, já. Þú beygir? Já. Kappsmál, skemmtiþáttur íslenska tungu þar sem þáttakendur etja kappi í fjölbreyttum leikjum og þrautum. Mér er lífsins ómögulegt að stafa vitlaust. Já, einmitt. Ég er búin að skoða Instagramið mitt þitt og ég veit að þú ert að followa báðar og ég veit af hverju þú ert að followa þær. Gísli Marteinn tekur á móti gestum og fer með þeim yfir helstu atburði vikunnar. Chaplin. Verðlaunamynd með Robert Downey Jr. í aðalhlutverki skrautlega ævi Charlie Chaplin. Myndin rekur ævi Chaplin frá uppvöxtum